Já, góðan dag. Fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomin á fundinn hér gesti og fyrsti gesturinn nú þegar mættur. Það Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, og síðar á fundinum munu gestir frá Alþýðusambandi Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og BSRB komin á fundinn og verða kynntir jafnóðum. Efni þessa fundar áhrif sóttvarnaaðgerða á atvinnulífið og áhrif mótvægisaðgerða. Það gert ráð fyrir að fundurinn standi í að hámarki 1,5 klukkustund. Formaður vill árétta að fundurinn opinn og biður formaður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst munu gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnu fundi skuli nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín í milli. Nefndarmenn og gestir jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Eins og fram hefur komið að þá efni þessa fundar áhrif sóttvarnaaðgerða á atvinnulíf og áhrif mótvægisaðgerða. Fundurinn haldinn að frumkvæði formanns nefndarinnar nú þegar sóttvarnaaðgerðir hafa staðið yfir í tæp 2 ár og ekki útlit fyrir miklar breytingar næstu vikur eða hugsanlega mánuði vegna mikilla fjölgunar smitta nauðsynlegt að heyra hljóði í þeim aðilum sem bera einna mest ábyrgð á því að efnahagskerfi landsins sé vel starfandi og að íslenskt atvinnulíf geti haldið áfram að halda uppi starfsemi þjóðinni til heilla. Að því sögðu þá langar mig að bjóða aftur velkomin til fundar Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Gjörðu svo vel, Halldór. Þú á mute. Það ótrúlegt að maður lendi ennþá í þessu, ég biðst afsökunar. Ég gerir ráð fyrir að heyrist í mig núna, mér sýnist það á nefndarmönnum. Ég vil byrja að þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mig til fundar hér í dag. Efnið sannarlega djúpt og breitt og ég ætla nú að reyna að stikla á stóru. Sökum þess að við höfum í raun skamman tíma fyrir höndum, þá ætla ég nú ekki að dvelja á mikið í fortíðinni og ég vona að við séum sammála það að reyna frekar að horfa fram veginn en auðvitað svara ég þeim spurningum sem að þið viljið bera fram. Ég ætla að takmarka mig svona kannski við undanfarnar vikur og reyna síðan að horfa aðeins fram á veginn. Eins og fram kom í máli formanns nefndarinnar þá hafa áhrifin á atvinnulífið og auðvitað bara daglegt líf okkar allra verið umtalsverð og óþarfi að fara mjög nákvæmlega út í það hér. Hins vegar langar mig að beina athygli ykkar að því að þær breytingar sem að gerðar voru á sóttkví nú fyrir nokkrum dögum síðan, það að segja að fólk geti farið í smitgát frekar en sóttkví, var að mínum dómi skynsamlegt skref af almannavörnum og sóttvarnalækni að leggja það til að sú leið farin og áhrif þeirra breytingar hafa nú þegar verið mjög víðtæk bara í atvinnulífinu og í daglegu lífi okkar allra. Kannski forsagan þessi og ef við skoðum aðeins hvað önnur ríki hafa verið að gera og við höfum sérstaklega fylgst vel með á Norðurlöndunum, hvaða breytingar hafa verið gerðar þar á sóttvörnum og stuðningi við fyrirtæki og teljum að þar megi finna góðar fyrirmyndir sem við getum allavega haft til hliðsjónar við útfærslu og okkar aðgerðum. Þá liggur fyrir að núna í aðdraganda jóla og áramóta var farið að bera á því víða í atvinnulífinu að það var orðið erfitt að halda starfsemi fyrirtækja gangandi vegna útbreiddrar sóttkvíar og einangrunar. Það fór mikil rekistefna í gang þar á milli aðalega vinnumarkaðarins, sóttvarnayfirvalda og stjórnvalda. En til að gera langa sögu stutt að þær breytingar sem tilkynntar voru að fólk þyrfti ekki að fara í sóttkví heldur geti farið í smitgát og mætt til vinnu, auðvitað með takmörkunum þó og þetta er ekki áhættulaust með öllu, þá höfum við náð að koma í veg fyrir
það sem ég segi hefði leitt til lokunar fyrirtækja sem að eðli máls samkvæmt geta ekki lokað vegna viðkvæmrar starfsemi sem þau sinna. Þessi fyrirtæki hafa í mörgum tilvikum verið flokkuð sem þjóðhagslega mikilvæg, en þetta er ennþá stærri listi eða lengri listi en sá listi nær utanum. Og við sjáum að þetta var farið að bera niður í eiginlega öllum atvinnugreinum. Við sáum þetta í stóriðju, við sáum þetta í hafnarstarfsemi, við sáum þetta í verslun og þjónustu, lyfjadreifingu, svo dæmis í tekið. Þetta var farið að hafa áhrif víða í iðnaði og að samaskapi í ferðaþjónustu sem auðvitað hefur verið einstaklega farið illa út á þessum faraldri eins og við þekkjum öll. Það er eins og var athyglisvert að velta aðeins fyrir sér hvernig nálgunin hefur verið misjöfn á Norðurlöndum, sér í lagi hvað varðar málefni vinnumarkaðarins. Þið þekki það auðvitað öll að fólk sem er skikkað í sóttkví, að við Samtök atvinnulífsins hafa beint þeim tilmælum til atvinnurekenda að greiða fólki laun í sóttkví, jafnvel þótt að sé ekki veikt. En síðan er samkomulag sem liggur fyrir greiðslu launa í sóttkví að atvinnurekendur eiga í raun endurkröfurétt á ríkið með takmörkunum þó vegna greiðslu launa í sóttkví. Það sem við höfum séð að gerast á Norðurlöndunum núna á undanförnum vikum, og þetta eru í raun breytingar sem hafa verið gerðar á greiðslu launa í einangrun þegar að fólk er sannanlega orðið veikt, er að Norðurlöndin, ríkisstjórnir Norðurlandana, hafa í raun stigið fram fyrir skjöldu og sagt, já, nú er staðan breytt með þessu Omikron afbrigði sem að dreifist miklu hraðar en önnur, á þess að ég ætla að fara í einhverja sóttvarnarstellingar hér, og hafa brugðið á það ráð að greiða laun í einangrun eða endurgreiða fyrirtækjum laun í einangrun sökum þessa. Það er að segja að það er breytt nálgun ríkisstjórna þessara landa gagnvart þessu afbrigði vegna þess hversu útbreitt það er. Ég hef vakið athygli íslenskra stjórnvalda á þessu og gerði það meðal annars á samráðsfundi með stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins sem haldinn var í síðustu viku að mig minnir. Og ég vildi leggja áherslu á það við þessa nefnd og í raun bara þingið í heild sinni að þetta verði tekið til umfjöllunar og fundnar verði leiðir til þess að fara á þekka leið og ríkisstjórnir Norðurlandana hafa gert. Ástæða þessa mátti sjá í fréttaflutningi helgina, þar sem að við höfum reynt hér hjá Samtökum atvinnulífsins að draga upp þann beina kostnað sem að atvinnulífið er að bera af sóttkví annars vegar og einangrun hins vegar. Og þær tölur sem að við birtum og eru aðgengilegar á heimasíðu okkar gera ráð fyrir því að á fyrsta ársfjórðungi að óbreyttum sóttvarnareglum hefur þetta verið á bilinu 8 til 12 milljarðar sem að íslenskt atvinnulíf er í raun að bera af þessum sóttvarnaraðgerðum í beinum kostnaði vegna launakostnaðar starfsfólks. Því fyrir auðvitað fjarri að það sé hinn eini kostnaður sem falli á atvinnulífið. Hann er auðvitað miklu fjölþættari og flóknari eins og þið vitið og lýsir sér og hefur fjöldamargar birtingarmyndir, allt frá breyttu eftirspurnarmynstri yfir í það að framleiðsla getur ekki gengið á þann veg sem að gert var ráð fyrir í upphafi. Ég held að langtíma áhrifin sem að, ef við horfum inn í atvinnulífið, langtíma áhrifin sem að er hvað erfiðast að spá fyrir og eiga við á sama tíma, er geta fyrirtækja til þess að skipuleggja sig fram í tíma, þar sem að sóttvarnaraðgerðir eru eðli máls samkvæmt síbreytilegar frá einum degi til annars. Við fengum þau tíðindi núna í hádeginu að búið væri að framlengja núverandi sóttvarnarreglur næstu 3 vikur með 20 manna samkomubanni og þar fram eftir götum. Og það þarf auðvitað ekki að fjölyrða hvaða áhrif þetta hefur á þau fyrirtæki sem að verða fyrir verulegum takmörkunum að þessu. Þess vegna tel ég einsýnt, eins og formaður nefndarinnar nefndi hér í stuttum inngangsorðum sínum, að það muni koma til kasta þingsins á næstu vikum að teikna upp aðgerðir til stuðnings fyrirtækjunum og fólkinu í landinu þar á meðal til þess að koma til móts við þær takmarkanir sem að íslenskt atvinnulíf þarf að búa við. Ég hef kosið hér að fara ekki inn í einstakar atvinnugreinar eða einstakar fyrirtæki, heldur reynt að lýsa þessu svona tiltölulega almennum orðum, en þykist vita af fyrir reynslu að nefndarmenn klæjar í fingur að fá að spyrja spurninga. Þannig að ég ætla að láta þessum stutta inngangi mínum lokið í bili en áskil mér að sjálfsögðu rétt til þess að bæta við ef að efni spurninga gefur tilefni til. Ég veit í þín formaður. Kærar þakkir fyrir þetta, Hafþór Benjamín.
og ég ætla að gefa orðið strax til Jóhanns Páls Jóhannssonar frá þingmann Samfylkingarinnar. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Takk Halldór Benjamín og takk líka Guðrún fyrir þetta frumkvæði að halda þennan fund. Það sé mjög mikilvægt að þessar sóttvarnaraðgerðir og áhrifir á atvinnulífið séu ræddar á vettvangi þingsins mjög reglulega. Mér langar aðeins að spyrja stöðu veitingageirans. Ég veit að margir rekstraraðilar fengu svona hálfgert áfall þegar Alþingi fór í jólafrí án þess að það hefði verið kynntar eða samþykktar neinar konkrét aðgerðir fyrir greinina. Og nú eru náttúrulega framundan erfiðustu mánuðir ársins í veitingarekstri. Fjármálaráðherra sagði 10. desember í viðtali að það þyrfti að bregðast hratt við og grípa til sértækra aðgerða, en núna 11. janúar. Gjalda í 17. janúar á staðgreiðslu hjá mörgum fyrirtækjum sem hafa verið að rúlla á undan sér skuldum vegna tekjufalls og svo framvegis. Þannig að ég spyr bara hvað er svona til ráða þarna? Hvernig aðgerðir myndu þið í samtökum atvinnulífsins helst vilja sjá, og teljið þið að þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru fyrir þennan geira muni rúmast innan þessarar auka fjárheimildar upp á 1 milljarð sem voru samþykktar núna í fjárlögum fyrir veitingageirann? Takk. Ég þakka fyrir þessa spurningu. Ég vil byrja á því að taka undir málflutning þingmannsins hvað þetta mál varðar. Í gegnum samtök ferðaþjónustunnar höfum við verið í reglulegu samskiptum við fjármálaráðuneytið vegna þessa. Ég tek undir áhyggjur þingmannsins þess efnis að þetta hefur tekið allt of langan tíma og ég tel að það sé ljóst að það verður ekki við núverandi stöðu búið lengur. Það er alveg ljóst að sá geiri sem hefur orðið harðast úti í þessum aðgerðum eru auðvitað ferðaþjónustan, og innan ferðaþjónustunnar má færa rök fyrir því að veitingamenn hafi borið hvað skarðastan hlut frá borði, og ég tel einsýnt, þannig ég svari þessu með mjög afdráttarlausum hætti, að koma þurfi til móts við þessi fyrirtæki með beinum hætti, og mér þykir bjartsýnt ef að sá milljarður sem búið er að eyrnamerkja sé nægjanlegur til þess að bæta þessum fyrirtækjum það tjón sem þau hafa orðið fyrir með beinum hætti vegna sóttvarnaraðgerða. Við megum ekki gleyma því að þetta er fjárhagslegt tjón sem fyrirtækin verða fyrir vegna ákvarðana takmarkanir á starfsemi þeirra, og ég tel fullkomlega eðlilegt að þær stuðningsaðgerðir sem ekki hafa náð til þeirra með nægjanlega góðum hætti, vegna þess að þessi fyrirtæki hafa náð að halda starfsemi sinni opinni, en á sama tíma undir verulega skertu yfirskinni skulum við segja, að þau hafi því fallið á milli skips og bryggju að einhverju leyti í stuðningsaðgerðum stjórnvalda hingað til. Og ég tel fulla ástæðu og í raun nauðsynlegt að komið sér til móts við þau með beinum hætti eins og við höfum lagt áherslu á hér á undanförnum vikum, og ég er sammála því líka að þetta hefur tekið of langan tíma og núna einfaldlega verður að klára þetta, og ég held að þar sé að tefla daga frekar en vikur. Svarar þetta spurningu þingmannsins? Takk fyrir það. Þá er það Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir formaður, bæði fyrir að búa til fundarins og fyrir að gefa mér orðið, og mér langar að þakka Halldóri Benjamín fyrir sína framsögu. Ég með nokkrar spurningar, suma er að líta raunar aftur í fortíðina vegna þess að mér er líka mikilvægt að meta hvernig þær aðgerðir sem hafa verið gripið til hafa verið að nýtast til þess að læra af þeim inn í framtíðina. En svo er ég líka með nokkrar sem að horfa til framtíðar, þannig að ég ætla að reyna að vera bara að snakka þessu og þetta eru bara hreinar spurningar. Í fyrsta lagi langaði mig að spyrja hvort að samtökum atvinnulífsins finnist að aðstoðinni sem að stjórnvöld hafa verið að veita fyrirtækjum hafi verið skipt á réttlátan hátt, til dæmis hlutfallslega á milli lítilla og meðalstóra fyrirtækja og til dæmis með tilliti til stöðu fyrirtækjana sem umræðir, þar að segja nauðsyn aðstoðarinnar og svo framvegis. Og þessu tengt að þá hefur eitt fyrirtæki fengið töluvert meiri fyrirgreiðslu heldur en öll önnur fyrirtæki, og hér er að vísa í Icelandair. Hvernig líta samtök atvinnulífsins á þessa ríkisaðstoð með tilliti til samkeppnissjónarmiða? Síðan hefur mikið verið kvartað yfir því að sum úrræði hafi nýst seint og illa, til dæmis brúalánin, og hvernig horfa þetta við þínum félagsmönnum? Hvernig var hægt að gera betur í þessum efnum? Nú, hvað varðar svona að horfa til framtíðar, þá langaði mig að spyrja hvort að þér finnist upplýsingagjöf stjórnvalda gagnvart fyrirtækjum bæði sóttvarnaraðgerðir og mótvægisaðgerðir vera fullnægjandi, og ef ekki, hvað mætti bæta, og sömuleiðis gagnvart samráðinu
Og að lokum þessi nýja afstaða að heimila smitgát í stað sóttkvíar fyrir 3 bólusetta. Ég hef svolítið áhyggjur og ég velti fyrir mig hvort að þú takir undir þær að þetta gæti orðið til þess að þeir sem ekki hafi fengið 3. skammtinn geta alltaf ekki vegna ofnæmis viðbragða eða vilja það bara ekki, standi hallari fæti á vinnumarkaði í kjölfarið. Og þetta alltaf með hliðsjón af því að umboðsmaður Alþingis sé að kanna hvers vegna fólk sem fekk Janssen þarf að fá 2 örvunarskammta til þess að njóta þessar ívilnunar. Þetta ekki eitthvað sem að gæti leitt til svona ákveðins ójafnvægis gagnvart allavega starfsmönnum á vinnumarkaði? Þetta eru spurningarnar mínar. Takk. Takk fyrir þetta. Já, skilum við rétt til þess að fá smá áminningu spurningarnar þar sem þar voru 5 talsins. Það getur verið erfitt að gera þetta svona í beinni útsetningu. Ég ætla að fá að byrja á síðustu spurningunni ef það er í lagi. Hvað varðar þessi almennu viðmið varðandi smitgát frekar en sóttkví? Þá hafa atvinnurekendur heilt yfir verið afskaplega sveigjanlegir hvað varðar þetta og gagnvart sínu starfsfólki. Ég vil láta hafa eftir mér og geta endurtakið það hér á þessum fundi. Það er engin neyddur til vinnu og hann treyst sér ekki til vinnu. Hins vegar er mikilvægt að starfsfólk, ef það treystir sér til vinnu og vill vinna, að það geti mætt til vinnu ef það sýnir eðlilega varkárni. Það er eðlilegt og það kemur upp á vinnustanni hjá ykkur og mínum og okkar allra að starfsfólk þarf að eiga samtal um þetta. Það er ekki áhættulaust með öllu að mæta til vinnu þegar það átt að vera í sóttkví og við höfum til dæmis hér bara beint þeim tilmælum til starfsfólks að hver og einn meti þetta fyrir sig. Fólk er misjafnlega útsett þegar það er sett í sóttkví. Og við höfum sagt að það er minnsti grunur það að fólk telji sig geta smitast eða sé líklegt að það sé útsett fyrir smiti að það haldi sig heima eins og hægt er. Ég hef sagt að þetta snýst meira svona neyðarréttinn til þess að halda fyrirtækjum gangandi og í raun getum við séð að það séu 2 leiðir færar, annars vegar sú leið Þórhildur sem farin var með breytingunni á að sóttkví yrði smitgát og hin leiðin væri einhvers konar undan þáguleið sem að báðar myndu miða að sama marki. Afstaða Samtaka atvinnulífsins hefur verið svo að óska eftir við stjórnvöld að sé einfaldlega fundin leið sem að tryggir að hægt sé að tryggja starfsemi fyrirtækja í landinu og verðmætasköpun í landinu og við teljum að þessi leið, jafnvel þótt hún sé ekki gallalaus eins og þú bendir á, að hún fari langleiðina með það að tryggja tiltölulega snurðulausa starfsemi íslenskra fyrirtækja. Ef við förum þá alveg á hinn endan og byrjum á spurningunni sem þú varst með í upphafi sem varðaði það að líta í baksýn í spegilinn. Þá er það mín skoðun og almennt hér innan Samtaka atvinnulífsins og aðildar fyrirtækja að þær aðgerðir, þær efnahagslegu aðgerðir sem að gripu það til á undanförnum 2 árum, að þær hafi í grófum dráttum heppnast vel. Við höfum gert kannanir á þessu á meðal okkar aðildar fyrirtækja sem spanna all litrófið, atvinnugreinar, stærð, fjölda og landreifingu. Og atvinnurekendur eru heilt yfir ánægðir með það viðbragð sem sýnt hefur verið. En það er mikilvægt að halda því til haga að auðvitað eru vankantar á aðgerðum sem kynntar hafa verið. En hins vegar hefur í mörgum tilvikum verið brugðist við þeim ábendingum sem að fram hafa komið. Kannski þær sem að hafa mest verið í umræðinu undanförnu 1,5 ári eru ýmis viðmið sem lögð hafa verið til grundvallar þáttöku í stuðningsaðgerðum stjórnvalda. Og það liggur fyrir að þegar sett eru viðmið sem varða til dæmis fjárhæðir eða tíma að það eru einhverjir sem lenda á mörkunum þar og lenda kannski utangarðs frekar en innan þegar þeir hefðu átt að lenda innan. En ég hef ekki reynt annað en í mjög mörgum tilvikum hafi þeir vankantar verið sniðnir af aðgerðunum og þar að leiðandi hafi þau gagnast flestum okkar umbjóðanda sem eru það bil 2000 fyrirtæki hringinn í kringum landið sem eru með 70-75% alls starfsfólks á almennu vinnumarkaði innan sinna vébanda. Ég held að besti dómurinn sem við fáum á þetta er einfaldlega að spyrja fyrirtækin og það hefur við gert með reglubundnum hætti og niðurstöður þeirrar kannana eru eins og öll gögn sem við birtum á vinnum eru birtar á vefsíðu Samtaka atvinnulífsins. Hvað varðar spurningu, nú man ég ekki alveg röðina, hver var spurningin númer 2? Hvert var efni hennar? Ég man spurningun en ekki. Það var stuðningu til Icelandair með tilliti til samkeppnissjónarmiða. Já, Samtök atvinnulífsins í raun studdu þann gerning á sínum tíma með vísan í víðari hagsmuni sem vörðuðu hagkerfið í heild sinni. Það mál er auðvitað of langt til þess að fara í það í smáatriðum hér, en það var tiltölulega góð sátt það innan vébanda Samtaka atvinnulífsins og sér í lagi innan Samtaka ferðaþjónustunnar að styðja við þann gjörning allan
og ég tel að það hefur verið grundvöllurinn að því að búa til einhvers konar viðspyrnu fyrir ferðaþjónustuna í beinu framhaldi og auðvitað tengdar greinar. Þannig að út frá samkeppnissjónarmiðum gerðum við ekki athugasemd við þetta á sínum tíma, en annars sendum við en umsögn til Alþingis sem liggur fyrir og aðgengileg bæði á vef Alþingis og á vef Samtaka atvinnulífsins og ég vísa til hennar að öðru leyti. Hver var aftur næst síðasta spurningin, Þórhildur? Svo var það brúarlánin, hvort að þau hefði nýst vel eða illa? Já, brúarlánin nýttust ekki vel. Kannski ekki bara brúarlánin, heldur bara að það hefur verið kvartað yfir því að sumar af þessum aðgerðum hafa ekki nýst nógu vel. Já, ég held að þú nefnir brúarlánin sérstaklega og við höfum látið frá okkur álit brúarlánin og það var bara held í samdóma álit í allra sem litu þetta bara sanngjörnum augum að þau gengu ekki nægilega vel og náðu ekki þeim tilgangi sem var lagt upp með í byrjun. En að öðru leyti höfum við í raun lýst yfir og sagt að ég held að ef við metum sanngjarnt þær aðgerðir sem búið að stíga með einhverjum undantekningum þá höfum við verið býsna ánægð með viðbragð ríkisins, ríkisstjórnarinnar til stuðningsfyrirtækjum. En hins vegar náttúrulega eðlilegt að á þessum tímapunkti þegar við erum að nálgast annað árið í þessum aðgerðum að við veltum fyrir okkur hvað næst, sko. Hvað mun þetta ástand vara lengi? Núna erum við í 20 manna samkomutakmörkunum eins og framkom hér fyrr á fundinum og það alveg ljóst að fjöldi fyrirtækja mun ekki þola við mikið lengur. Ég held að hluta til að þetta breyst úr því að vera vandi á rekstrarreikningi yfir í það að færast yfir í að vera vandi á efnahagsreikningi í fyrirtækja og þar muni koma til að álita að til dæmis þær aðgerðir sem mun þurfa að greiða tilbaka að þingið skoði að fullri alvöru möguleika til þess að veita sveigjanleika þar í tíma á meðan að fyrirtækin að jafna sig af sárum sínum. Svarar þetta spurningunni, Þórhildur? Já, og að lokum að þá snerið að upplýsingagjöf og samræði hvort að samtökin sé ánægð með það upplýsingagjöf sem að hefur komið frá stjórnvöldum og kannski líka einmitt núna gagnvart framtíðarsýn. Ég held bara við öll sem erum þáttakendur í þessu samfélagi, okkur sýnist hverjum þessa upplýsingagjöf, hún hefur verið mjög misjöfn, faraldurinn hefur dregist lengi. Við kölluðum eftir því, til dæmis síðasta sumar, eða í aðdraganda síðasta vor, að fyrirsjáanleikinn yrði meiri en hann hafði verið og þar vorum við að miða við það að það lægi fyrir skýr viðmið, til dæmis smittölur og sjúkrahúsinnlagnir, þar sem að hægt væri að í raun lesa í að ef að þróunin yrði með tilteknum hætti þá myndu aðgerðir þróast með öðrum hætti. Það var brugðist við þessu að einhverju leyti en ég held að frá sagt þá sé það mat þeirra sem starfi í atvinnulífinu að aðdragandinn oft mjög skammur og jafnvel þótt samráð sé með reglubundum hætti þá eru breytingarnar oft mjög örar frá degi til dags og erfitt að átta sig á þessu hverju sinni. Hins vegar vil ég taka fram og það kannski sérstaklega beint til sóttvarnalæknis annars vegar og almannavarna hins vegar, að samtalið við þá aðila undanfarna vikur hefur verið mjög gott og mér finnst mjög mikilvægt að sá skilningur hefur birst í málflutningi beggja þessara aðila, sóttvarnalæknis og almannavarna, að við verðum auðvitað að halda starfsemi fyrirtækja gangandi, við verðum að halda verðmætasköpun áfram í landinu, jafnvel þótt að við séum að fara í gegnum þennan skafl og þúsundir ef ekki 10.000 manna eru í einangrun og sóttkví. Mér finnst mjög mikilvægt að sá skilningur til staðar og mér finnst hann endurspeglast sjáðu í þeim aðgerðum eða breyttu aðgerðum sem tilkynnt var núna fyrir nokkrum dögum sem þá vísan í það að fólk í sóttkví geti verið í smitgát og mætt til vinnu með takmörkunum þó. Sem ég tel að sé afskaplega mikilvægt skref og ef við lítum aftur til Norðurlandana og þá þróun sem við sjáum þar að þar verið að slaka verulega eða afleggja sóttkví til þess að halda hagkerfinu gangandi. Þannig að ég slæ aðeins í og úr hvað var þetta svar. Ég held að við viljum alltaf meira og betra, en ég held svona þannig að nokkri sanngirni sé gætt, þá hefur samráð verið með reglubundum hætti, það mætti að sjálfsögðu vera meira og auðvitað myndi maður vilja að tímafrestirnir yrðu rýmri, en stundum eðli mál samkvæmt þarf að berast hratt við og ég held að sanngjarnt fólk sýni því skilning. Takk fyrir þetta, þá er Vilhjálmur Árnason, gjörsvel. Já, góðan daginn og takk fyrir þennan fund sem að honum koma. Ég ætla bara að vinda mig beint í þetta. Það sem að mig langar kannski að helst að spyrja þetta samtal á milli stjórnvalda og atvinnulífsins og eins og hefur aðeins komið inn á hér
og við finnum gjarnan fyrir þingmennina að þá þetta svo fjölbreyttur hópur sem atvinnulífið er. Þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki, þetta eru stór fyrirtækin og maður finnur það að minni fyrirtækin og sem eru jafnvel kannski aðrar aðstæður út á landi og annað slíkt, dæmi til dæmis hótelin, sum þeirra eru að slást við fasteignafélög, önnur eru bara kljást við eigin fjárvanda og eru með minna bakland heldur þessi stóru og annað slíkt. Þannig að hvernig gengur að koma öllum þessum mismunandi sjónarmiðum og framfæri við stjórnvöld þegar þau eru að meta sínar aðgerðir. Og nær einhvern veginn atvinnulífið að tryggja það, eða samtök atvinnulífsins, að tryggja það að þessi fjölbreyttu sjónarmið séu það sem í skoðun þegar verið að meta aðgerðirnar og þá kannski leiðir mig að næstu spurningu. Hvernig núna til þess að ná að standa með atvinnulífinni á lokametrunum, við viljum trúa, og að fjárfesta mikið í því að standa með atvinnulífinni til þess að það getur svo staðið með heimilunum. Að hvernig aðgerðir eru líklegast til þess að klára þetta saman? Það þannig að það séu þá standið sérfræðisregluna og að þurfi ekki að vera svona sértæka miðað við aðstæður? Það einhvers konar ráðningastyrkir þarf að breyta þeim þannig að það sé ekki verið að skipta atvinnurekendunum upp í tvennt eða launþegunum, þeir sem ráðningastyrk og þeir sem ekki, eða þetta bara gegnum skattaívilnanir eða frestanir, hvað eitthvað svona almennt sem einfalt og getur gagnast sem flestum og hafa svolítið aðstæðum af því að veitingastæðir er sama veitingastæðir. Sumir veitingastæðir eru að græða í kreppum með aðrir eru að berjast í bökkum og annað slíkt. Þannig að það þetta sem ég langar að fá að vita og svo að lokum langar mér aðeins að spyrja varðandi takmarkanirnar af því að ég held að það gera svolítið grein fyrir því að það þurfa að vera einhvers konar takmarkanir og það þarf að vera einhver viðbrögð. En myndi atvinnulífið ekki einhvern veginn taka við þeirri ábyrgð að útfæra sína sóttvarnir sjálft með sínar aðstæður og ekki hægt að horfa svolítið í það í framtíðina að atvinnulífið einhvern veginn hjálpa okkur að lifa við takmarkanirnar og meðan það þarf staðan fyrir að hafa þær svona almennar og annað slíkt. Og svo loka spurningin þá að þið varst að tala um launakostnaðinn og við erum að fá hérna alþýðubandalagi og fleiri til okkar eftir. Þetta takmarkanir og þessa röskun á atvinnulífinu til eitthvað, hefur launakostnaði fyrirtækjanna þó að tekjurnar hafa minnkað, en launakostnaðin er væntanlega minnkað töluvert, þannig að það eru mikið af fólki, sérstaklega í þjónustugeirunum sem oft ekki hálaunafólk, sem hefur verið með miklu lægri laun síðustu 2 árin. Heldur en ella, þannig að hafið einhverja yfirsýni við það, hvað bara launaumslagið hefur dregið saman hjá fólki sérstaklega í þjónustugeirunum. Takk. Já, takk fyrir þetta. Gamla triksi hjá stjórnmálamönnum að segjast vera með 2 spurningar og lauma svo 4 inn, ég kann vel að meta það. Ég held að ef ég byrja á síðust spurningunni og ég veit að þið virðið þetta við mig, að ég sitja þetta bara við tölvuna og að gera þetta eftir minni, þá fer ég með rétt mál enga síður að heildarlaunagreiðslur á almenna vinnumarkaðnum hafi dregið saman 6% milli áranna 20 og 21 ef ég man rétt. Og það að segja heildarlaunagreiðslur atvinnurekenda. En það auðvitað markast líka af verulegum vexti í atvinnuleysi. Við sáum að komu nýja tölur að ég held í morgun sem sýna að atvinnuleysi ennþá 4,9%. Sem að verulegt og það veldur mér svolítlum áhyggjum og ég hef nefnt það fyrir þessar nefnd og annari að ef það vísað til dæmis í kannanir sem að samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn gera ársfjórðungslega þá eru innan ákveðna geira fyrirtæki sem eru alltaf 40% fyrirtæki sem ennþá erfitt með að manna stöður, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé 5%. Það veldur mér áhyggjum og ég hef sagt annars staðar að þetta sé einhvers konar langtíma breyting sem við erum að sjá. Maður óttast að langtíma atvinnuleysi að trendi þar sé að tikka upp á við, jafnvel þótt að skammtíma atvinnuleysi sé að draga saman. En til að svara spurningunum með beinum hætti þá þetta ekstra á bilinu 5-7% sem samdrátturinn í heildarlaunagreiðslu á milli ára. En við sjáum vöxt aftur á árinu 2021. Þetta var á milli 20 og 21. En milli 21 og 22 gerum við ráð fyrir áframhaldandi vexti. Hvað varðar skiptingu á milli landsvæða og stærðar fyrirtækja? Þá held ég þá fullyrði ég að þær aðgerðir sem gripið hafa verið til, þær hafa í flestum tilvikum verið með efri mörk, þannig að hlutfallslega hafa þær gagnast stærstum fyrirtækjum minnst,
en minni fyrirtækjum mest. Þetta til dæmis varðar það að stuðningsaðgerðir hafa miðað við ákveðin fjölda starfsfólks en þó aldrei fleiri en ákveðin fjölda, aldrei hærri en ákveðina fjárhæð sem auðvitað þak sett á aðgerðir til þess að stærri fyrirtæki sé ekki að soga til sín í raun allan stuðningin. Þannig að ef að spurningin þingmaður svo, hefur þetta gagnast litlum, meðalstórum eða risastórum fyrirtækjum mest, þá fullir ég við þig að sökum þess hvernig aðgerðirnar voru hannaðar, þá hafi þær hlutfallslega veitt mestan stuðning við smærri og meðalstór fyrirtæki og aftur þessi fyrirtæki fara ekki í greiningamun á því hvar fyrirtæki á landinu eru staðsett, heldur gilda þau heilt yfir hérna fyrir öll fyrirtæki í landinu. Hvað varðar það að vega og meta hagsmuni einstakra fyrirtækja þegar við tölum máli atvinnulífsins fyrir ráðuneytum og þingi, þá það auðvitað þannig eins og þið vitið að samtök atvinnulífsins byggja á 6 aðildarsamtökum sem eru í mismunandi atvinnugreinum og auðvitað samstarf hér í húsi atvinnulífsins afskaplega gott á milli SA og aðildarsamtaka sinna og ég fullyrði við ykkur að raddir allra þessara fyrirtækja enduróma og heyrast í þeim athugasemdum sem við sendum inn í mjög löngum umsögnum sem að þið eru þeirra gæfu njótandi að fá að taka við í mjög mörgum tilvikum og ég veit að sama hvaða skoðun við höfum á því með hvaða hætti samtök atvinnulífsins að beita sér, að hér unnin vönduð vinna sem tekur til allra þátta og við horfum jafnt til landsbyggðar sem stærðar fyrirtækja þegar við erum að vega og meta þessar aðgerðir. Ég vísa aftur til svars mín sem ég var að segja við þingmanninn Þórhildi Sunnu áðan, að við höfum framkvæmt kannanir á meðal okkar félagsmanna með reglubundum millibili og þar kemur í ljós og þetta líka út frá stærð fyrirtækja afsakið, og þar kemur í ljós að það býsna mikill stuðningur okkar aðildarfyrirtækja við þar aðgerðir sem þegar hafa verið framkvæmdar. En þetta segi ég samt með þeim fyrirvara að það hafa verið ýmsir vankantar sem við höfum talið að þyrfti að sníða af ýmsum aðgerðum. Stundum hefur verið tekið tillit til þeirra, stundum ekki. Í flestum tilvikum hefur það snúist þessa markinu, þessi mörk sem dregin eru, sem verða þess valdandi að einhverjir lenda utangarðs sem hefðu átt að lenda innangarðs. Í grunninn höfum við samt stutt það að það séu sett skýr viðmið, til dæmis þegar umræða tekjufallsstyrki var sem hæðst, að það sé ekki eðlilegt að bæta allt tjón og við getum ekki gert á kröfu til ríkisins. Og þannig að umræðan einhver mörk leit dagsins ljós og við teljum að þrátt fyrir að svo umræða sé mjög flókin, þá hafi henni verið lent á tiltölulega farsalan máta með ákveðnum undantekningum þó, eins og ég fór yfir fyrir á þessum fundi líka. Síðasta spurningin, Vilhjálmur, hver hún aftur? Það var þetta með útfærslu á þeim takmörkunum sem eru, hvort að fyrirtæki myndi ekki taka það ábyrgð sjálf. Ég fullir að við horfum til dæmis á þau fyrirtæki sem hafa verið flokkuð sem þjóðhagslega mikilvæg og hafa fengið undanþágu frá samkomum takmörkunum og hafa leyst rekstur sinna fyrirtækja með ákveðna hólfaskiptingu og svo framvegis. Að það stendur mjög nærri öllum fyrirtækjum landsins að tryggja snurðulausan rekstur sinn og þau hafa auðvitað mjög mikla fjárhagslega hagsmuni af því að lenda ekki í því að þurfa að loka starfsemi sinni skemmri eða lengri tíma. Ég held að eins og í svo mörgum flóknum málum þingmaður, þá sé einhvers konar bland beggja leiða, þar sem einhver tilmæli frá hinu opinbera, en að fyrirtækjum sé gefin einhver kostur á að vinna með það og útfæra með þeim hætti að það tryggi í raun öryggi allra gesta, starfsmanna og snurðulausa rekstur fyrirtækjana. Ég tel að ef hægt að þoka sóttvarnaaðgerðum í þá átt, þá tel ég að það væri til bóta, en aftur það myndi byggja útfærslu hverju sinni. En ég tek undir það að það enginn sem hefur meiri hagsmuni af því en atvinnurekandinn og starfsfólk hans. Takk fyrir það. Það var það síðasta fyrirspurnin og það Ásthildur Lóa Þórsdóttir frá Flokki fólksins, Gjörðsver. Halldór, og takk fyrir bara góða yfirferð. Ég velta fyrir mér, erfiðleika fyrirtækja, þetta er náttúrulega standandi launakostnaði og svo það alls konar gjöld sem það þarf að standa að skila, bæði opinber gjöld og svo náttúrulega afborganir lána og þess háttar. Ég bara velta fyrir mér hvort það hafi verið leitað eftir því að til dæmis hjá ríkinu að það kannski gefi eftir ef að fyrirtæki orðið illa statt til þess að fleyta því yfir þetta, eitthvað af þessum opinberu gjöldum og það voru einhverjar svoleiðis aðgerðir en ég held að þær séu yfirleitt búin að renna sitt skeið og svo kannski það sama, hvort sem það eru lífeyrissjóðir eða bankar að lengja í lánum og gera eitthvað þess aftur, gefa svigrúm. Ég las bara í gær einhverja frétt veitingastað
út á landi, þar sem að það var talað að lífeyrissjóðurinn hefði ekki viljað gefa neitt svigrúm og mér finnst mjög sorglegt að lesa svona því að hlýtur að vera sameiginlegt markmið okkar allra að sem flesti lifi af og geti bara blómstrað á ný þegar við komast yfir þetta. Þannig að hefur eitthvað verið leitað eftir svona ráðum líka eða svona leiðum af því að það ekki verið að tala að neitt sé að gefa neitt, heldur að það sé gefin sveigjanleiki í ljósi þessara atburðar eða þessa ástand sem náttúrulega þetta eru svona hálfgerðar náttúruhamfarir. Þannig að það svona bara, mér langaði bara að velta þessu upp. Takk. Já, þakkaði fyrir spurninguna. Hluta til vísa ég til fyrra svars míns þar sem ég benti á að mörgu leyti fyrir sumar atvinnugreinar var þetta meira farið að snúast efnahagsreikning fyrirtækjanna núna, það er að segja skuldastöðu fyrirtækjanna og ef við vísum aftur til þess hvernig fjármálakerfið sjálft nálgaðist til dæmis ferðaþjónustuna, þá var það einmitt gert með þetta í huga að lengja í lánum, gefa fresta á afborgunum og svo framvegis. Eins og ég tek undir með þingmeðanunum, það er markmið okkar flestra að tryggja að fyrirtækin standi þetta af sér og séu til staðar til þess að tryggja örugga atvinnu og verðmætasköpun til framtíðar og ég tel að þetta hafi gengið ágætlega eftir. Það er ekki tilviljun að ég ræði við ykkur hérna og svona að gauka því að ykkur að fylgjast vel með því sem verið að gerast á Norðurlöndum núna, bara þessa dagana og vikurnar, þar sem að stærsti útgjaldaliður flestra fyrirtækja launakostnaður og þetta mjög íþyngjandi, sama hvort það sóttkví, smitgát eða einangrun, að ríkisstjórnir Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur hafa stigið mjög ákveðin skref í þessa átt og í raun samþykkt að þetta Omikron afbrigði að það sé að hafa miklu víðtækari afleiðingar á atvinnulífið og greiðslu launa í sóttkví og einangrun en nokkru sinni var hægt að segja að væri hægt að gera ráð fyrir í upphafi þegar þetta voru 10 eða 100 manna á hverju sinni. Nú man ég ekki nýjustu tölur en ég held þetta sé ekstra á bilinu 15 til 20.000 að ég fari með rétt mál. Og það segir sér sjálft að á meðan atvinnurekendur að greiða þann kostnað, ef að ríki geti komið til móts við atvinnurekendur þar, þá held ég að það væri heppilegasta leiðin, samhliða því að tryggja að þúsundir eða 10.000 séu ekki sóttkví á sama tíma heldur í smitgát eins og nú búið að tryggja. Þannig að aftur spurningin flókin og ég held að svarið sé margþætt. Stærsta einstaka bjargræðið sem hægt var að veita inn í atvinnulífi núna væri að líta til fordæma frá Norðurlöndum þar sem að stjórnvöld eru farin að greiða í raun hluta launakostnaðar í bæði einangrun og sóttkví. Og ég myndi beina því til nefndarinnar að gefa þessu sérstakan gaum. Svarar þetta spurningunni? Gott. Kæra þetta Halldór Benjamín og takk fyrir að bregðast hér við óskum nefndarinnar og gefa okkur þinn tíma. Þannig ég ætla að þakka þér kærlega fyrir og biðum bara að þú lokar við út. Kæra þakkir. En þá komið að næstu gestum og það eru fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands. Það forseti sambandsins Drífa Snædal, Róbert Farisveit sviðsstjóri og Magnús Nordahl. Þarna birtast þau okkur öll, komiði sæl, heyriði í okkur Drífa, Magnús og Róbert. Já, sæl. Gott. Fyrir ekki að ég misti alveg aðeins af, hefur gefið mér orðið eða? Nei, ég ætla að merki frá Magnúsi og Róberti að þeir heyrðu í okkur líka. Heyrum vel og skýrt. Já, takk kærlega fyrir það. Þá ætla ég fyrir hönd nefndarinnar að bjóða ykkur hjartalega velkomin og takk fyrir að gefa ykkur tíma hér. Þessi fundur haldinn að frumkvæði formanns og við erum að velta því upp nú að þar sem að sóttvarnaaðgerðir hafa nú staðið yfir í tæp 2 ár og nú útlit fyrir að það verði hér takmarkanir allavega með einhverjum hætti svo einhverjum vikum og jafnvel mánuðum skiptir vegna mikilla fjölgunar smita að þá viljum við heyra hljóðið í þeim aðilum þar sem að bera hvað mesta ábyrgð á því að efnahagskerfi okkar Íslendinga að það gangi og það gangverk stöðvist ekki. Það eru núna hátt í 20.000 manns í einangrun eða sóttkví eða 5%
þjóðarinnar sem gríðarlega mikið og við heyrum af því á hverjum degi að það að hafa áhrif bæði fyrir atvinnurekendur sem og launþega. Þannig að ég ætla að gefa ykkur orðið og ég geri ráð fyrir að þú byrjir kannski, Drífa. Já, takk fyrir það. Ég ætla að vera með bara smá inngang og síðan tökum við spurningar og Róbert og Magnús eru hérna til þess að aðstofa mig við að svara spurningum en það verður einhverjar tæknilegar. En að því ég var nú að hlusta á Halldór Benjamín og hann var að tala það sem kallað vinnusóttkví, að það var það skýr krafa okkar og það kemur satt áramótin að atvinnurekendur sjálfir geti metið það hvort að fólk eigi að koma til vinnu eða ekki og tilkynnt það þá til sóttvarnayfirvalda. Við höfum haldið því mjög fast til haga að sóttvarnir eru íþyngjandi ákvæði sem að einungis yfirvöld geta beitt og einungis yfirvöld fara með forræði yfir. En þannig að það svona að einhverju leyti rökrétt framhald núna eins og staðan núna að sóttvarnayfirvöld gefi það út að fólk hafi möguleika á að stunda vinnu undir öruggum formerkjum ef það í sóttkví og nám og svo framvegis. Þannig að það svona lykilatriði þessar sóttvarnir séu teknar af sóttvarnalækni og hann veiti hugsanlega undanþágur ef tilefni til. Við erum líka svolítið að því við erum á þessum tímapunkti núna að það að koma upp auðvitað álitamál á vinnumarkaði varðandi bólusetningar og við gerum þær kröfur og atvinnurekendur að vera ekki að vera ekki að ganga lengra en löggjafinn. Það að segja það ekki komin á lögbundin krafa bólusetningar þó að við hvetjum að vissulega fólk til þess að láta bólusetta sig og höfum lagt okkar heldur betur á mörkunum í þeirri hvatningu að þá gangi atvinnurekendur ekki lengra en löggjafinn í skyldu bólusetningum. Staða launafólks mjög misjöfn og það rauninni það sem stendur upp úr þessum faraldri og afleiðingum hans, það misgengi og misjöfn útkoma bæði launafólks og atvinnurekenda. Það að segja sumir atvinnurekendur hafa staðið þetta vel af sér og jafnvel gengi betur heldur en áhorfist á meðan aðrir atvinnurekendur, lítil og meðalstór fyrirtæki sérstaklega í ferðaþjónustunni að þau koma illa út. Þannig að það löngu komin tími til þess að ef það fara bæti aðgerðir að það verið þá sértækar en ekki almennar, bæði gagnvart launafólki og almenningi og eins gagnvart fyrirtækjum. Það var minnst á aukinn ríkisstuðning vegna fólks í veikindaleyfum vegna veirunnar og þar viljum við rifja upp okkar svona viðmið og kröfur í gegnum þetta allt saman að það séu lagðar þá skyldur að herðar fyrirtækja sem njóta þessars ríkisstuðnings að það sé þá ekki greiddur út arður úr fyrirtækinu, ekki fara í eigin hlutabréfakaup, ekki aflátsfélög og svo framvegis. Við erum búin að ramma þetta inn þessi skilyrði gagnvart fyrirtækjum ef þau að njóta ríkisstuðning sem bara mjög eðlileg skilyrði þegar opinberan stuðning að ræða. Aðeins varðandi stöðu launafólks í þessu faraldri við varða rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins sem í eigu ASÍ og BSRB gerði umfangsmikla könnun sem verður birt í næstu viku og þar eru farin að sjá viðmið við sambærilega könnun sem við gerðum fyrir ári síðan og það kemur í ljós að víða hefur álag aukist mjög mikið. Það eru margir sem segja álag hafa aukist síðasta árið. Andlegri heilsu fer hrakandi og það mjög áberandi. Þannig að við óttumst það að við séum að sigla inn í tímabil þar sem þessi álagstími sem kemur enn og aftur mjög mismunandi niður á mismunandi stéttum fara að segja mjög til sín í veikindaforföllum, langvarandi veikindum, kulnun eða þvíumlíku. Við erum líka ennþá í þeirri stöðu að það 10.000 manns á atvinnuleysisskrá
og þá erum við í sömu stöðu og við vorum í upphafi faraldursins sem var náttúrulega orðin bara ekki í lagi eftir fall OR þá fór atvinnuleysið að láta sig kræla og það núna 4,9% samkvæmt þeim tölum sem birtar í dag. 10.000 manns og það þarf að tryggja það að þessi 10.000 manns hafi aðgengi að einhverju virkni og auðvitað óttust við það að við séum að falla í einhverju langtíma atvinnuleysi að það verði einhverju hópar út undan og þá óttust við sérstaklega ungt fólk og fólk af erlendum uppruna sem kannski með minna svona net í kringu sig. Að öðru sögðu að þá eru vísbendingar það að fólk búið að ganga mjög hressilega á ekki bara svona eigin bjargir eins og andlega og líkamlega heilsu, heldur líka fríin sín, auki álag í einkalífi og skyldusparnað og svona búin að nota þær bjargir sem hægt að nota í þessu árferði. Þannig að við getum verið að fara að taka svona afleiðingum bæði fjárhagslega og heilsufarslega eftir þennan faraldur. Rauði þráðurinn núna varðandi launafólk endurmenntun og endurhæfing. Það að segja gæta vel að heilsu þjóðarinnar að fólk hafi aðgang að heilbrigðiskerfinu, hafi aðgang að þeirri þjónustu sem til þarf til þess að jafna sig eftir þetta mikla álagstímabil sem hefur verið álag bæði náttúrulega í vinnu og ekki síst í einkalífi með öllum þessum sóttvarnaraðgerðum. Það þarf að huga því að lengja bótatímabili fyrir þá sem eiga erfitt með að komast út af vinnumarkaðinn aftur og sérstaklega gæta að viðkvæmum hópunum og þess vegna segi ég að nú í rauninni komin raunin upp tími sértækra aðgerða frekar heldur en almennra aðgerða hvort sem gagnvart fyrirtækjum eða launafólki og almenningi. Ég vil læta þessu lokið í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Drífa, kærlega. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessa yfirferð, Drífa. Ég með nokkrar spurningar, ég ætla bara að fá að lesa þær upp og hlakka til að heyra svörin. Mér langaði að tala við COVID-aðgerðirnar og ójöfnuð. ASÍ búið að gefa út mjög góða skýrslu COVID-aðgerðir og hvernig það hefur haft áhrif á ójöfnuð og ég bara vilt fyrir mig hvort þú getur aðeins fara með það yfir okkur hér, fara aðeins með okkur yfir það hér. Svona hvernig þessar COVID-aðgerðir hafa farið misjafnt með almenning í landinu og þarna ég auðvitað sérstaklega að vísa í atvinnulausa og þá sem hafa verið langtíma atvinnulausir og einmitt þess að við komum hópa sem að þú vísar í ungt fólk og fólk af erlendum uppruna. Þú talar 10.000 atvinnulausa og ég velti fyrir mig með ráðningarstyrkinar sem voru og eru svo sem ekki notaðir. Hvort að þetta hafi verið að nýtast til þess að koma fólki í langtíma atvinnu, það að segja ekki atvinnuleysi heldur atvinnu, þannig að fólk haldi stöðunni eftir að ráðningarstyrkstímabilinu lýkur, hvort að þið hafi einhverjar upplýsingar það. Síðan ég með spurningu séreignarlífeyrissparnað, kannski tengslum einmitt við þennan ójöfnuð að í raun hluti af almenningi sem að borga ríkinu tilbaka væna sneiða sínum sparnaði í formi skattgreiðslna og þetta kannski hópurinn sem að hefur minnst á milli handana á ekki eign til þess að dæla sínum séreignarsparnaði inn á og sleppa þannig við skattgreiðslur. Hvernig horfir þetta við þig bara þetta endalausa, það alltaf verið að leyfa fólki að taka lán hjá sjálfur sér, svona hvernig ég sé þetta fyrir mig nema það þarf að borga skatta því. Og að lokum bólusetningar og þessar þriðju sprautum ég ástæðum með svona svolítið að því af því sem ég hef áhyggjur af sem að það verði sett pressa á fólk að fá þessar þriðju sprautu eða eftir atvikum fleiri sprautur jafnvel til þess að fólk þurfi ekki að fara í sóttkví lengur heldur bara smitgát þannig að ég velti fyrir mig hvort að þetta auki hættu á bæði pressu á að fólk fái sér bóluefni sem að þeim ber ekki skylda til að fá sér og sömuleiðis að það verði aukin hvati til mismunur á vinnumarkaði á grundvelli bólusetningarstöðu. Takk. Ég að bregðast við núna.
eða? Gjörðu Drífa. Já, takk kærlega. Ég ætla aðeins að gefa kannski Róberti orði varðandi ójöfnuðinn, því hann skrifaði nú hérna yfirmaður greiningadeildarinnar hjá okkur. Varðandi ráðningarstyrkina og atvinnuna, þá hafa þeir tekist mjög vel. Og það nú ástæðan fyrir því að við erum ekki þrýst á að þeir haldi áfram endilega, því það náttúrulega ekkert sjálfgefið að ríkið sé að greiða launakostnað fyrir fyrirtæki endilega, en þetta hefur tekist mjög vel að fólk fái áframhaldandi vinnu. Sem segir okkur það að fyrirtækin hafa nýtt þetta til þess að koma sér að stað með það fyrir augunum að ráða fólk áfram. Þannig að það eru mjög fáir sem nýttu þessa ráðningarstyrki sem eru detta aftur inn á atvinnuleysisskrá. Og það eru það fáir að það er ekki í rauninni forsvaranlegt að vera með þessa almennu leið opna áfram að okkar mati. Ég tek alveg undir með það orkar tímalis að auðvelda fólki að ganga á eigin sparnað eða hvetja fólk til þess. En við spurðum einmitt það í þessari könnun sem kemur út í næstu viku hvaða bjargráð fólk hefur nýtt sér og það náttúrulega svolítið skuggalegt að bæði þeir sem hafa farið inn á séreignarsparnaðinn. Það ekki endilega láglaunafólki, af því að láglaunafólki ekki endilega það sem leggur til hliðar séreignarsparnað. En hins vegar það líka yfirdráttarlán, það smálán og svo framvegis sem fólk hefur verið að nýta sér í þessu ástandi umfram það sem hefur gert áður. Það að segja ákveðnir hópar á vinnumarkaði. Og þar hefur náttúrulega sérstaklega áhyggjur af þeim sem koma að vera út, það ungt fólk og innflytjendur. Og innflytjendur eru mjög yfirrepresenteraðir í okkar statistíkum þeir sem standa höllum fæti á vinnumarkaði vegna þess að þeir hafa verið í, viðkvæmustu störfunum, lægstlaunuðu störfunum, oft fyrstir til að taka skellinn og með lítið félagslegt net í kringum sig til þess að aðstoða sig. Varðandi bólusetningunar, ég er mjög fylgjandi bólusetningum, bara svo að það sé sagt, og við höfum lagt okkar að mörkum að koma upplýsingu til innflytjenda gegnum okkar kanala bólusetningar, að upplýsa fólk og hvetja það. Að því sögðu að þá hef ég töluvert miklar áhyggjur því að þetta búi til misrétti á vinnumarkaði, að við séum að ganga inn í eitthvað tímabil þar sem eru bólusettir annars vegar og óbólusettir hins vegar og þetta geti varðað atvinnuöryggi beinlínis að kjósa og bólusetta sig ekki. Og þá vil ég endurtaka það sem ég sagði í upphafi að það mjög mikilvægt að atvinnurekendur þessa lands geri sér grein fyrir því að þeim ekki heimilt að ganga lengra en löggjafavaldið. Það ekki lögbundið að láta bólusetja sig og atvinnurekendur sem ætla að spurja fólk út í bólusetningar að krefja það, þeir atvinnurekendur eru raun að gera kröfu að fá að vita undirliggjandi sjúkdóma og eru þá farnir að ganga hansi nærri persónulegum persónuvernd sinna starfsmanna. Þannig að það sé haft í huga að það getur verið alls konar ástæði fyrir því að fólk lætur ekki bólusetja sig. Þannig að það eru náttúrulega mál sem má búast við að koma inn á borð til okkar núna og þess vegna erum við mjög skýr í afstöðu okkar að það er náttúrulega atvinnurekenda að búa til öruggt vinnuumhverfi og það þarf að vera mjög góðar og ríkar ástæði fyrir því að skylda fólk í atvinnutilliti að láta bólusetja sig. Það getur verið réttlætanlegt ef að fólk að umgangast viðkoma einstaklinga í umönnun eða eitthvað slíkt inn á heilbrigðisstofnunum en það þarf að fara afar vel með þetta, að vera að hólfa fólk niður eftir hvort það er bólusettið ekki. Þannig að við höfum ágjörð þessari pressu frá atvinnurekendum. Róbert, vildur eitthvað koma inn í ójafnaðar skýrslun okkar? Eða er ágætt að fara bara yfir þetta í svona stærri myndi sem ég hef gert? Já, það er svona dugar að mestu, en svona hvað varðar ójöfnuð, þá birtist hann annars vegar í þetta tekjufallinu og þeirri vít og síðan þetta í eignavers þróun. Þetta eru þetta ákveðin polarisering, að segja að það greinar sem taka sér mesta höggið eru líklegri til að hafa tekjulægra einstaklinga, erlent launafólk, einstaklinga á leigumarkaði. Tekjufallið auðvitað verulegt og atvinnutekjur féllu mest í neðri tekjutíðindum. Síðan í efri tíðindum þá ertu með einstaklingar sem eru líklegri til að njóta góðs af þá vaxtaþróun, lægri vöxtum. Þannig að það ákveðin ójöfnur. En síðan það þetta eignaverð þróun sem á sér stað, hvort sem það er þá hlutabréf eða fasteignaverð, sem er líka ákveðin polarisering milli þessara hópa sem taka á sig fallið og þeirra sem hafa þó komið nokkuð vel út frá heimsfaraldri. Já, takk. Vilhjálmur Árnason. Já, kæra þakkir fyrir að koma og ræða þessi mikilvæg mál við okkur.
það var kannski einmitt það sem Róbert var að enda sem mig langaði að spyrja. Hver svona áhrifin eru á ykkar félagsmenn varðandi þá lægri launatekjur, af því að nú hafa þau þurft út á sumum úrræðunum bara að fá jafnvel 80-90% af laununum sínum, þannig að þau á launum sem kannski sérstaklega þjónustusörunum voru ekki há fyrir, og það minna væntanlega alla aukavinnu og annað slíkt, og þannig að það svolítið hvað sóttvarna takmarkanir og staðan fyrir hjá atvinnurekendunum hefur þá haft áhrif þó það kannski ekki mist vinnuna, en það hefur væntanlega dregið verulega úr tekjum þeirra sem að sitt skildi í þessu, á meðan að húsaleiga og áskriftargjöld og barnaafmæli og allt þetta kostar það sama ef ekki meira. Þannig að svolítið þessi staða, hvort þið hafið kortlagt hana og séð hvernig hún skiptist, sem að mér langaði helst að spyrja, og svo kannski ef þið hafið einhverjar upplýsingar það að í þessu atvinnuleysi og eins og kom fram hérna hjá Samtökum atvinnulífsins áðan, að þá eru samt vissir atvinnugeirar sem að alltaf 40% fyrirtækja vantar ennþá starfsfólk til vinnu. Þannig að hvort að þið hafið séð einhverjar orsakir og afleiðingar þarna á milli. Takk. Takk fyrir það. Nú skal ég bara gefa þér glænýjar upplýsingar fjárhagsstöðu fólks sem vorum að spyrja að, og það töluverður hópur hjá okkur sem að kemur, sem metur fjárhagsstöðu sína verri heldur en fyrir ári síðan. Og það eru nokkru hópar sem skera sig úr, það eru einstæða foreldrar, það eru innflytjendur og konur í verri stöðu heldur en karlar. Þannig að heilt á litið að þá má örugglega leiða því líkum eins og þú segir, Vilhjálmur, að þetta sé minni yfirvinna, tekja þessi skert starfshlutfall og svo framvegis. En þessi skýrsla okkar kemur út í næstu viku, þar sem við förum með bæði andlega heilsu, líkamlega heilsu, fjárhagsstöðu, húsnæðismál, greinu það eftir því hvort fólk, eftir ýmsum breytum, en skoðum sérstaklega ungt fólk og innflytjendur í því. Varðandi það að atvinnugreinar eiga erfitt með að fá fólk, þessi umræða að koma upp og kemur upp allstaðar núna í öllum löndum, af því að það eru ýmsar greinar sem eiga erfitt með að fá fólk, þó að þessi mælist atvinnuleysi. Og það náttúrulega þannig að sum fyrirtæki voru fljót til þess að segja fólki þó að þau þurfti ekkert endilega á því að halda, þurfti ekkert endilega að gera það, setja á hlutabætur sérstaklega, nýta einhvers konar úrræði, stuðningi, uppsögn og svo framvegis, gera kröfu á fólkum að taka á sig kjaraskerðingu sem við höfum nokkuð dæmi Þannig að það varð eitthvað svona trúnaðarrof í sumum fyrirtækjum gagnvart launafólki. Það getur verið ein skýringin, önnur skýringin náttúrulega svæðisbundin og vinnutímabundin og svo framvegis. Það ekkert allir sem geta tekið þessi vaktavinnu. Einstæðar mæður eiga mjög erfitt með að vinna vaktavinnu til dæmis. Fólk á erfiðar með að færa sig á milli landsvæða og þar kemur náttúrulega húsnæðiskostnaðurinn og aðgengi að húsnæði inn í. Og síðan vitum við það frá síðustu kreppu, síðasta atvinnuleysistímabili 2008, að það eru ýmsir sem þurfa aukna aðstöðu við að koma sér í virkni aftur eftir langvarandi atvinnuleysi. Og ég held að við getum flest sett okkur í þau spor að við erum atvinnuleysi í langa tíma, þá þarf eitthvað auka átak til að koma okkur í virkni aftur. Þannig að það eru ýmsar skýringar á því. Takk. Takk fyrir það. Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það og þakka ykkur fyrir að koma hérna til umræðu við okkur. Drífa, þú nefndir að við varum komin á þeim tímapunkti að ráðast frekar í sértækar aðgerðir en almennar. Mér verður nú oft hugsað til atvinnuleysisbóta tímabils sem það stysta á öldinni í erfiðustu aðstæður sem hafa gengið yfir Ísland. Þannig að skoðanir ykkar á þessu á lengd atvinnuleysisbóta tímabils af því að þrátt fyrir að við séum kannski hér með
4,9% atvinnuleysi og við erum að bölsóttast yfir því og býsnast yfir því, þá eru svæði með tvöfalt meira atvinnuleysi. Og af því að Vá var nú nefnt hérna, þá þetta vandamál búið að vera viðvarandi alveg frá því að Vá féll áður en að COVID skellur á. Þannig að ég velti bara fyrir mér, sko, sjáu einhverja sértækar aðgerðir fyrir svæði eins og þetta og fólk á þessu svæði, eða væri bara lenging atvinnuleysisbótatímabil ekki raun og veru sértæk þó en sé í raun almenn, af því að þetta svæði sem að búa við miklu meira atvinnuleysi heldur en önnur svæði. Ég ætlaði líka aðeins að nefna þetta, sko, þið að væntanlega að fara í málaferli út af sko, sóttkví í orlofi. Við vitum það að samkvæmt kjarasamningum eru veikindi í orlofi þannig að fólk getur þá bara lengt orlofið og þarna að ræða að það verið að taka fólk og setja það í einangrun. Sóttkví í raun og veru einangrun og spurning sko, þetta einhvers konar force majeure eða ákvörðun sko, ríkis að gera þetta. Væri það ekki ríkisins að greiða þetta ef að þegar að það setur reglugerður það að setja skuli fólk í sóttkví frekar en atvinnurekendur að það sé að vísa tekkunum á ríkið í þessu. Takk. Já, hver ætlar að svara þessu frá ykkur? Já, ég skal taka þetta. Takk alveg fyrir þetta, Guðbrandur. Jú, það hefur verið krafa okkar frá upphafi faraldursins að lengja atvinnuleysisbótatímabilið og það hefur því miður ekki orðið við því. Atvinnuleysisbætur hafa hins vegar hækkað aðeins og það sem breytti mjög miklu, það var að lengja í tekjutengda tímabilinu úr 3 mánuðum í 6 mánuði. Það skiptir mjög miklu máli, en það alveg rétt að atvinnuleysistímabilið þyrfti að vera sko 3 ár og það var til dæmis lengt í síðustu kreppu, það var eitt af fyrstu viðbröðunum við síðustu kreppu, það var að lengja atvinnuleysistímabilið tímabundið og við skulum horfa á það núna að þeir sem verða atvinnulausir í kringu Vá og þar náttúrulega tóku Suðurnesjum mesta skellinn, að það fólk væntanlega að klára sinn rétt núna fljótlega. Og þess vegna sko, þá spurning hvort að það fari þá bara fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins sem þau eru náttúrulega mjög misburðug til að taka því auk þess sem að það mjög dramatískt að setja fólk á fjárhagsaðstoð frekar heldur en að lengja í atvinnuleysistímabilinu. Þannig að ég tek undir það. Það var reyndar ánægjulegt núna í nýjustu tölum að sjá atvinnuleysið á Suðurnesjum lækka aðeins. Sem betur fer að því að það hefur náttúrulega verið stærsta áhyggjuefnið en betur má að duga skal og það hefur náttúrulega lengi legið ljóst fyrir að þá þarf að fara í sérstakt atvinnuátak þar af því að það náttúrulega bara sker sig úr öllum tölum. Viðkvæmt svæði fyrst til að taka skellinn þegar sérstaklega ferðaþjónustan hrynur. Eins og þetta sóttkví í orlofi. Málið að á almenna markaðinum hefur fólk yfirleitt fengið, sko, við höfum ekki fengið mál inn til okkar frá almenna markaðinum að fólk hafi þurft að taka sóttkví af orlofinu sínu. Þessi mál sem við erum með í undirbúningi snúa að opinbera markaðinum. Það opinberi markaðurinn sem neitar að greiða þetta. Almenni markaður getur sótt í sjóði opinbera markaðarins leið og vottor liggur fyrir og þannig að fólk geti notið sumarfrísins. Fólk á að njóta sumarfrís, það ástæða fyrir því að það í lögum að fólk getur notið frís og það á ekki að nýta það í að vera í sóttkví eða með öllum þeim hömlum sem að það býr við þegar það í sóttkví. Þannig að þess vegna ákvaðum við að fara í mála því að við fengum mjög skýr skilaboð frá ríki og Reykjavíkurborg að þau ætluðust til þess að fólk tæki sumafrí sóttkví af sumafrí ef að sóttkví lendir inn í sumafríinu. Og við erum bara ekki sammála þessu og þetta býr til ójafnræði á milli almenna og opinbera markaðarins. Það sem fólk á almenna markaðinum fær það en ekki opinbera markaðinum. Þannig að það svona ýmis rök fyrir því að þetta standist ekki. Og við vorum í hausa á þessu hjá hinu opinbera. Við því má bæta náttúrulega eins og ég fór yfir að fólk búið að taka á sig alveg gríðalegt álag, búið að nýta orlofsdagana í sko þegar
leikskóla loka fyrirvaralaust út á sóttkví eða whatever sko. Þannig að ef fólk þarf einhvern tímann að njóta fulls og óskorðas frís með fjölskyldunni þá það núna. Takk. Takk fyrir þetta kærlega og við erum sprungin á tíma þannig að ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir Drífa, Magnús og Róbert fyrir að gefa okkur tíma og Takk. Afsakið. Og þá rauðin komin að fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ég nú bara ekki alveg með hverjir að koma frá okkur þar. Það Svandís Ingimundarsdóttir, Valgerður Rún Benediktsdóttir, lögfræðingur og Karl Frímannsson. Og þið eru öll mætt, ég ætla að biðja ykkur afsökunar á því að þetta verður aðeins dregist hjá okkur hér. Og ég ætla bara að gefa ykkur strax orðið hvað hvílir á ykkur í Sambandi íslenska eða sveitarfélögunum í landinu varðandi sóttvarnaaðgerðir og þetta viðvarandi ástand sem við búum nú við. Gjörðu þið vel. Já, kæra þakki fyrir það. Ef ég fæ kannski að byrja þá er stórt spurt þegar við lust búin að heyra í mörgum hérna í morgun. En það sem að þetta liggur á sveitarfélögunum í dag að þau reka þessa mikilvægu grunnþjónustu sem eru bæði leik- og grunnskólar og velferðarþjónustan meðal annars. Og það þetta að reyna verulega á. Við höfum til dæmis tölur frá Reykjavíkurborg sem heldur ágætlega utan um sína tölfræði hvað varðar fjarvistir starfsfólks og annað. Og þar kemur til dæmis í ljós að 25% leikskóla að verða fyrir verulega miklum áhrifum af COVID og fjarveru bæði starfsfólks og barna. Það aðeins minna í grunnskólunum en þó töluverð áhrif þar líka. Í leikskólanum til dæmis þar sem að mest reynir á þá eru tæp 60% starfsfólk fjarverandi vegna einangrunar eða sóttkvíar. Meðaltalið fyrir alla leikskólan í Reykjavík eitthvað að minni 16% og þetta aðeins minna í grunnskólanum, það var það tæp 7%. Nú svo voru líka tölur sem að þær birtust nú bara í fjölmiðlum eru líka frá Reykjavíkurborg sem að komu á sunnudaginn varðandi velferðarþjónustuna. Og þar var staðan svo sunnudaginn að 6% starfsmanna voru fjarverandi í velferðarþjónustu. Og það reynir töluvert á, þar eru við að tala um viðkvæma hópa, fatlaða einstaklinga, eldra fólk og slíkt. Þannig að það má segja bara eins og fyrir alla aðra þetta að reyna verulega á starfsemi sveitarfélagana. Og kannski má segja líka að það svona af því að það voru settar þessar nýju reglur þríbólusetta eða þá sem eru tvíbólusettir og hafa fengið COVID að þeir geti sótt vinnu með ákveðnum skilyrðum að þá eins og þið þekki líka að hluti starfsfólks eins og til dæmis kennarar í leikskólum og starfsfólk leikskóla og grunnskóla var Jensen-hópurinn og þess vegna bara ekki komin á tíma eða alveg að koma á tíma núna með örvunarbólusetningu. Þannig að það ekki heldur þannig að allir þessi hópur sem starfar í þessari mikilvægu þjónustu sé orðin þríbólusettur. Ég hef ekki tölur yfir hversu stór hluti það en þetta líka svo sem hefur verið rætt töluvert í fjölmiðlum undanfarið. Þannig að svona hvað þetta varðar að þá auðvitað bara eins og hjá öllum öðrum reynir þetta á starfsemi sveitarfélagana og ég kannski gef þá bara félögum mínum hér orðið ef þau vilja bæta við. Viljið eitthvað bæta við? Karl eða Svandís, eða ég var hleypa á spurningum? Já, mér langar að komið sæl. Svandís, byrjað þú? Já, bara takk fyrir að búa til fundarins eins og þið viti kannski að þá samsetning þessa hóp sem hér komin að hann skólamiðaður. Við erum sérfræðingar í skólamálum og Karl fræðslustjóri fyrir norðan. Þannig að við erum kannski með svona svolítið þröngan vinkil en það kemur kannski bara í ljós þá í framhaldinu var út frá ykkar spurningum hvort að við getum brugðist við og þá hvernig en Kalli það kannski best að þú takir framhaldið
frá henni Völu. Já, mér langaði nú bara að heyrið í mér eða? Já, mjög vel. Mér langaði nú bara að koma með svona þessi tölulegu gildi inn vegna þess að á þessu svæði þá rétt innan við 2% sko íbúa annarkvort í einangrun eða sóttkví á meðan þetta væntanlega 5% á landsvísu. Veikindi í grunnskólum í morgun hjá okkur voru frá svona 3%, þar að segja í hópi starfsfólks, frá 3% og upp í 17, en svona meðaltalið rétt innan við 10%. Þannig að við erum ekki að fella niður skólahald, fella niður kennslu eða senda hópa heim þegar ástandið ekki verra en það Annað úr kerfinu hérna, að því að ég nú í sama hús og velferðarsviðið, þá erum við ekki í vanda með fjarveru starfsfólks enn sem komið en að sjálfsögðu erum við á fullu í að manna í forföll og allt það, en ég held að hér höfum við kannski ekki miklar áhyggjur ennþá. Já, takk fyrir það. Jóhann Páll, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Jóhann. Takk fyrir. Já, ég vona að ég sé ekki að spyrja þá eitthvað sem þið kannski getið ekki svarað, en mér langaði svo að ræða eins að við vorum að tala við hana Drífu málareksturinn gegn ríki og sveitarfélögum vegna launa í sóttkví og sóttkvíar í orlofi. Og þá lítur í rauninni bara spurningi mín að þessu sko misræmi sem þarna að teiknast upp milli annars vegar almenna markaðarins og hins vegar opinbera markaðarins. Að því á almenna vinnumarkaðinu þá styður í rauninni ríkið atvinnurekendur til greiðslu launa í sóttkví, alveg óháð því hvort fólk í vinnu þá stundina eða í orlofi. En á opinbera vinnumarkaðinum, þar sem náttúrulega stór hluti framlínu starfsfólksins þá geta orlofsdagar ónýst algjörlega vegna sóttkvíar. Hvað finnst ykkur hjá sambandinu þetta? Þetta ekki svolítið óheppilegt þetta svona misræmi sem þá búið að negla í stein virðist vera að kjara á mannauðssýslu ríkisins og gefa sveitarfélögum leiðbeiningar að viðhafa? Vilt þú svara þessu? Já, kannski bara, við erum ekki sérfræðingarnir í kjaramálum hjá sambandinu eins og kom fram hjá Svandísi, þannig að við verðum svona að setja þann fyrirvara og alveg eins og þú komst inn á, Jóhann Páll, þá þetta sameiginleg túlkun sem sagt ríkisins og sveitarfélaganna. Þannig að auðvitað alltaf vont yfir misræmi, en ég í rauninni get bara, og við held ég ekki mikið tjáð okkur meira við erum bara að afla ykkur upplýsingar fyrir ykkur það, bara því hvaðan við komum í lífinu. Ég get kannski bara bætti þetta, við vorum í sambandi við kjarasviði fyrir fund og ætluðum að reyna að bæta við hópinn sem að hitti ykkur, en því miður og þá eru þau skildist mér að lokametrunum í kjaraviðræðum við félag tónlistarskólakennara, þannig að það tókst því miður ekki, en ég setti þarna inn á spjallið bara þessar leiðbeiningar til sveitarfélaga varðandi launagreiðslur sem að til staðar eru, en ég fékk hins vegar þær upplýsingar að það stæði til að endurskoða þetta eitthvað og það kannski hluti af því sem að þú ert að tala Jóhann Páll, að færa þetta til samræmis, en við, eins og Vala segir, við vitum svo sem afskaplega fátt hvað gerist þarna kjarasviðinu. En við skulum koma þessum ábendingum áleiðis til þeirra, sérum það, glöðu kynni. Takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Þannig að það var kannski svona íhugunar efni hjá okkur í nefndinni að þegar að smit verða svona útbreitt í samfélaginu og maður búin að heyra mjög víða að það sé smit meðal barna og mjög margir kennarar bæði í leikskóla og grunnskóla í einangrun eða sóttkví og sömulegis börn, að þá fer það að hafa þetta verulega áhrif á atvinnulífið og að þeir sem að þurfa að sækja vinnu komi börnin sínum í gæslu eins og á leikskólanum. Þannig að
það voru góðar þessar tölur sem að þú nefndi Valgerður frá Reykjavíkurborg og ég heyri að það munur á milli ástandsins hér syðra og síðan fyrir norðan og við skulum vona að svo haldist fyrir norðan og en að því sögðu að þá ætla ég að það eru ekki fleiri fyrirspurnir frá nefndarmönnum þannig að ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir og afsaka aftur biðina. Takk sem leið. Takk fyrir okkur. Og þá eru hér síðustu gestir fundarins og það eru fulltrúar frá BSRB. Það Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur. Og ég sé að Sigríður allavega mætt. Heyrir í okkur Sigríður? Ég held þú sért á mute. Heyrir í okkur Sigríður? Ég held hún heyri ekkert í okkur. Nú ef við varum á RÚV þá væri sett stillimynd og afsakið hlé. Já, ég heyri í ykkur. Ég á von á henni Sonju hérna inn, hún var að láta bólusetta barn, held ég. Já. Jú. Heyrið þið ekki mér? Jú, núna. Jú. Ég heyri í ykkur. Já, gott mál. Þannig að við skulum bara byrja, Sigríður, við erum orðið sein og ég ætla að afsaka það. Og þakka ykkur fyrir biðlundina. Þetta kemur Sonja. Heil og sæl. Góð daginn. Þessi fundur hann aðalega hugsaður til þess að við fáum svolítið stöðumat á því hvaða langvarandi sóttvarnaaðgerðir hafa haft núna á efnahagslífið. Sonja komin. Já. Þannig að ég ætla bara að gefa ykkur orðið, gjörið þess vel. Mér heyrst ég bara að vera tengt þetta í tölvuna. Já, vonaði að heyrði í mér. Já, við heyrum í þér Sonja. Headsetið eitthvað ekki að skila sér. Bara takk fyrir boðið og takk fyrir að taka umræðuna líka á svona þessum vettvangi. Það hefur þetta skapast býsna mikil umræða núna í ljósi svona breytinga og sviptinga í faraldrinum. En við erum auðvitað svolítið að horfa til þess okkar megin að faraldurinn hefur staðið í tæp 2 ár og sóttvarnaaðgerðir hafa tekið mið af stöðunni hverju sinni og við styðjum líka þá nálgun. Það hins vegar núna, við sjáum að það eru svona fleiri sem að stíga fram í umræðuna varðandi sóttvarnir og svona samkomutakmarkanir og fleira og einhverjir sem að gera tilkall til aðgerða sem að kannski þjóna ekki heildarhagsmunum. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að það sé svona hlustað eftir faglegu sjónarmiðunum hverju sinni og við villumst ekki af þeirri leið að setja heilsuna í forgrunn. Við vitum ekki ennþá langtíma áhrif COVID og það nýlega finnsk rannsókn sem að birt helgina sem að gefa til kynna mögulega séu langtíma afleiðingar að hrjá helming þeirra sem að hafa smitast af COVID og 5% barna. Og hún auðvitað tekur ekki til þessara seinustu afbrigða sem að koma núna því að það ekki komið fram langtíma áhrifin þar og það auðvitað hefur áhrif á starfsgetu til lengri tíma. Þannig að þetta eru svona hluti sem við þurfum líka að fara að velta fyrir okkur í stóra samhenginu varðandi samkomutakmarkanir og sóttvarnir yfirleitt. Það auðvitað bjartari horfur í atvinnulífinu eins og kannski komið líka fram á fundinum hérna í dag og atvinnuleysi að minnka. Ef að til þess kemur að það sé verið að horfa til aðgerða til þess að styðja frekar inn í atvinnulífið þá leggjum við ríka áherslu á að þær séu sértækar og þær byggi á ítarlegum greiningum á stöðunni. Það hefur stundum svona brugðið við að það sé hlaupið mjög hratt í þessum efnum en við verðum öll að muna að þessi styrkir og stuðningu koma úr okkar sameiginlegu sjóðum og það þarf að fara vel með þá.
Við okkar félagsmenn svona stærstum hluta til að starfa í almannaþjónustu, það sem hefur auðvitað verið gríðarlegt álag, sérstaklega á framlínu stéttunum og þar kannski helst stórar kvennastéttir undir, hvort sem að það í heilbrigðiskerfinu eða félagsþjónustu eða í menntakerfinu og þau hafa auðvitað gripið kannski til meiri varúðarráðstafana heldur en við flest hinn sem að getum unnið svona bak við tölvu við að verja sig og tryggja smitt berist ekki inn á vinnustaðinn, þannig að þau eru að skera niður verulega í sínu félagslífi og umgengni við annað fólk og álagið líka á vinnustaðnum aukist gríðarlega. Það sem við höfum lagt áherslu á að það þarf líka að tryggja í framhaldinu þeim öllum örugt starfsumhverfi þannig að faraldurinn séum vel ekki að ganga frekar á andlega og líkamlega heilsu þeirra. Við sjáum strax viðvörunarmerki þess efnis og við höfum gert þá kröfu að það verði farið í að skima fyrir sjúklegri streitu og kulnun á vinnustöðum þar sem álagið mikið til þess að fyrirbyggja vanda inn í framtíðina. Það að öðrum kosti getur það leitt til svipa sem ég var að nefna varðandi langtíma áhrif COVID að ef að fólk greint með kulnun eða einhver svona skaðleg áhrif á starfsumhverfinu að þá auðvitað felur það ekki bara í sér neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklingi sjálfan heldur samfélagi allt. Það þýðir einfaldlega bara að það getur verið skert starfsgeta til framtíðar og það verður þá ekstremlega þessi mönnunarvandi sem að stöndum sumstaðar frammi fyrir á þessum grundvallar innviðum okkar og það hefur aftur áhrif á atvinnulífið. Það auðvitað þannig að þegar fólk hefur staðið í stafni í svona langan tíma að þá gríðarleg krafa að það sé hlusta á ákall þeirra að tryggja starfsumhverfi en ekki síður að það sé einhvers konar viðurkenning á framlagið þeirra. Og við finnum það sérstaklega núna þegar þau svona vekja athygli á því að það ekki herskylda að mæta til vinnu og þau telja sig hafa lagt allt sem að þau geta til þess að raunverulega sækja vinnuna og standa vörð þá hagsmuni sem að þar eru unnið að þá þarf auðvitað líka að passa upp á samfélagi gangi í takt og svo að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að minnka neikvæð áhrif faraldursins. Síðan kannski eitt út frá þessum breytingum varðandi heimild fólks til þess að fara í vinnu þrátt fyrir að sé í sóttkví að það auðvitað vakna gríðarlega margar spurningar í kringum það sem að hefur ekki verið svarað og ég held að þurfa að auka skýrleikan á. Það kannski verður að hafa í huga fyrst og fremst að það ástæða fyrir því að það eru þessar reglur sóttkví og það mat sérfræðinga að það feli þá í sér að minnst kosti séu kringum 10% smituð hverju sinni í þeim hópi sem eru í sóttkví. Og við viljum leggja áherslu á að atvinnurekendur þeir hafa ekki heimild til þess að skikka fólk til vinnu undir þessum kringumstæðum. Það hefur til dæmis strax komið upp dæmi þar sem að einstaklingur var sagt að hann ætti að koma til vinnu á grundvelli nýrra reglna og þegar viðkomandi fór síðan og óska eftir frekari upplýsingum frá yfirvöldum varðandi þetta þegar þá var það aðstæður þannig á heimilinu að viðkomandi deildi sameiginlegu salerni með einstaklingi í einangrun og þá átti viðkomandi ekki að fara á vinnustaðinn. Og það eru svona atriði sem að kannski virka sjálfgefin í huga þeirra sem vinna þessu alla daga en það ekki í huga einstaklinga sem eru bara aðlaga sig faraldrinum hverju sinni. Og svo það líka önnur spurning sem hefur komið upp varðandi einstaklinga sem eru fyrir á vinnustaðnum og eru ekki í sóttkví, hvort að þeir almennt kæri sig að fá inn á vinnustaðinn einhvern sem í sóttkví og líka spurningi varðandi áhættuhópana. Við sjáum það líka umboðsmaður Alþingis hefur sendt fyrirspurn varðandi hvort það sé munur á þeim sem að séu þó raunverulega tvíbólusettir, það sé vegna Janssensbrautunar eða þríbólusettir og síðan heyrði ég að þið tóku ágætlega umræðana varðandi ágreiningu varðandi sóttkví og orlof og við viljum auðvitað leggja ríka áherslu á það að nær allir þeir sem að vinna í opinberri þjónustu hafa verið undir auknu álagi gegnum faraldurinn. Við erum að tryggja fólki orlof til þess að það fái endurheimt sem það þarf á að halda og það ekki mikið sanngirni í því þegar fólk hefur verið jafnvel útsettara fyrir smiti á sínum vinnustað heldur en kannski á öðrum vinnustöðum að það sé verið að ganga á orlofið þeirra þegar það í sóttkví og í sumum
tilfellum getur það einfaldlega verið vegna þess að það var útsett á vinnustaðnum. En ég ætla að láta þetta duga í bili og bara vonast þess að fá spurningar frá okkur. Takk fyrir það. Jóhann Páll, þingmaður Samfylkingarinnar hefur beðið orðið. Nei, fyrirgefðu, Þórhildur Sunna var á undan. Þórhildur Björnsvel. Já, takk fyrir þessa yfirferð, Sonja. Mér langaði aðeins að ræða mitt svona skyldur samfélagsins til að koma til móts við þessa hópa sem hafa staðið í framlínunni. Ég algjörlega sammála að samfélagið á að gerist mikið og að geta til þess að styðja við bakið á framlínu starfsfólki sem hefur staðið vaktina í gegnum þennan faraldur. En mér finnst ábyrgðin ennþá meiri hjá stjórnvöldum sem að hafa verið að setja þessar aðgerðir, sem að hafa verið að setja þessar takmarkanir og sem hafa verið að búa fólki þessi skilyrði að þurfa að takmarka umgang við annað fólk og svo framvegis til þess að geta sinnt sínu starfi. Að koma þá til móts við starfsfólki sitt með að búa almennileg starfsskilyrði og tryggja bæði að þau brenna ekki út, að þau upplifi ekki sjúklega streitu eins og þú vísir í Jonna. Þannig að ef við erum að horfa á hver ber ábyrgð á því að tryggja það að framlínu starfsfólk brenna ekki út og þurfi ekki að taka á sig frekari fórnir út af þessum faraldri, að liggur ekki mest ábyrgðin með hjá stjórnvöldum að til dæmis tryggja full fjármögnun spítalans og full fjármögnun allra þessar þjónustu sem að þetta fólk að veita og verið að gera nóg í þeim efnum eins og staðan núna. Ég vísa til dæmis bara nýlega kjarasamninga við hjúkrunarfræðinga sem að tókst ekki sérstaklega vel. Takk. Á ég bregðast bara strax við hverju spurningu. Já. Takk fyrir þetta. Jú, að sjálfsögðu það þannig og við höfum auðvitað lagt skýra áherslu á það að það búin að vera vanfjármögnun á þessum helstu grunninnviðum okkar raunverulega lengra aftur en til hrunsins, þegar margir vísa til þess tíma. Það hefur bara orðið ákveðin viðhorfsbreyting og þó við sjáum eins og undanförnum árum að það sé verið að reyna að snúa þessu við hvað varðar heilbrigðiskerfi, þá dugar það bara ekki til. Þannig að þetta raunverulega tvíþætt, það að það vantar fjármagnin til þess að tryggja að þjónustan sé sem skyldi, en síðan þá hitt eins og Þórhildur kemur inn á að hvernig ætlar þú að tryggja að fólki líði vel í vinnunni, að það komi heilt heim, búið við andlega og líkamlega heilsu, en líka ná einfaldlega endum saman og þetta sé samkeppnishæfur vinnustaður. Og það alveg á hreinu að miðað við hvernig ástandið núna, að þegar að fólk upplifir að það var gríðarlegur niðurskurður í kjölfarið af efnahagshruninu 2008, að fólk var að hlaupa hraðar og var að bera meiri byrðar og það skilaði sér ekki tilbaka að þeirra mati og síðan eykst álagið út af þessum faraldri að þá auðvitað fer fólk að hugsa sinn gang, hvað það vilji gera og það það sem við sjáum núna og svo bætist auðvitað ofan á að við erum svona sífellt að sjá betri upplýsingar það og nýlega skilaði starfshópur forsætisráðherra endurmat á störfum kvenna skýrslu þess sem að kemur mjög skýrt fram að ástæðan fyrir, meginástæðan fyrir kynbundinn launamun vanmat á svonefndum kvennastörfum og stærsta mögulega stökkið til þess að útrýma þessum mun að leiðrétta laun kvennastétta. Og þetta auðvitað stórt atriði inn í virðingun til þeirra og þegar það að bera sig saman við aðra starfsstéttir sem eru með svipaða þekkingu og reynslu og svo framvegis í sínum störfum og sjá muninn, að þetta ekki til þess að halda þeim í störfum þegar það þetta vanmat á þeirra mikilvæga framlagi. Ég vona ég svara spurningunni. Já, takk fyrir það. Þá komið að Jóhanni Páli Björnsvel. Takk og takk fyrir yfirferðina, Sonja. Þú talaðir framlínu starfsfólk og álag á fólk sem vinnur við nauðsynlega almannaþjónustu. Og í þessu samhengi náttúrulega svolítið athyglisvert þetta misræmi sem felst í því að ríkið náttúrulega greiðir atvinnurekendum eða styður atvinnurekendur til þess að greiða laun í sóttkví á einkamarkaði meðan á opinbera markaðnum getur fólk þurft að ganga á orlofsdagana sína í rauninni eða eyða orlofinu sínu í sóttkví. Það kom fram í máli
fulltrúa sambands íslenskra sveitarfélaga áðan að kjara- og mannauðssýsla ríkisins væri eitthvað svona að huga því að endurskoða þessar leiðbeiningar sem byggt á þar hjá ríki og sveitarfélögum. Kannist þið eitthvað við þetta? Er þetta einhvers konar samtala eiga sér stað núna vegna málareksturs ASÍ og BSRB þetta? Annað, önnur spurning sem ég með varðar svona virkar vinnumarkaðsaðgerðir núna þegar það ljóst að langtíma atvinnuleysi hefur aukist umtalsvert og það er bara gríðarlega hátt hlutfall atvinnuleitenda sem hefur verið atvinnulaus lengur en í ár. Hvort það þurfi ekki að efla betur svona framhaldsfræðslukerfið og kannski svona skoða svolítið betur hvers konar ráðningarstyrki væri hægt að styðjast áfram við. Takk. Varðandi að því við stöndum öll saman raunverulega þessa kröfu að sóttkvíin hún skerði ekki orlofið, líka BHM og KÍ og við skrifum í sameiningu bréf til kjaramannarsýslu ríkisins og svarið var afgerandi og síðan mögulega kveikti þessi umfjöllun sem hefur verið í fjölmiðlum núna á undanförnum dögum svona undir því að það verði farið í endurskoðun, en ég hef ekki heyrt neitt, en ég þetta vonast til þess að þetta er bersýnilega mjög ósanngjarnt. Varðandi vinnumarkaðsaðgerðirnar að þá eins og við komum fram hérna á fundinum að þá þegar atvinnuleysisbæturnar eru bara í heildina 2,5 ár og fóru í bankakreppinu upp í 4 ár með til þess að mæta því að þeir eru varst atvinnulaus áður en atvinnuleysi byrjaði að aukast og áttir þar að leiðandi ennþá minni möguleika á að ná þér í vinnu að þá þyrfti að gera eitthvað til þess að grípa utan þennan hópa því að eina sem stendur eftir og dettur út á atvinnuleysisbótum er að fá fjárhagsstuðning frá sveitarfélögum sem er nánast ekki neitt og misjafn eftir sveitarfélögum sem er kannski lengur og stærri umræða en það þyrfti að endurskoða það. En við sáum það eins og í könnun Vörðu á síðasta ári að helmingur atvinnuleysa á erfitt með hann og endum saman og það má alveg svona áætla að það svolítið svona margfaldist eftir því lengur sem hefur verið atvinnulaus. Og við vitum líka að fjárhagserfiðleikar að þeir valda einfaldlega heilsufarslegum afleiðingum. Og þess vegna er þetta einhvers konar vandi sem er ekki einstaklingsins að leysa heldur þarf raunverulega kerfið að gera það. Þetta er eitthvað sem að stjórnvöld þurfa að bregðast við. Varðandi vinnumarkaðsaðgerðir sem hafa verið í gangi núna að þá held ég að því að það atvinnuleysi að minnka og við erum svona þó við séum ekki komin á þann stað sem við viljum en þá finnst mér svona svipa með það að það þarf að byggja á svona einstaklingsmiðaðri þjónustu við atvinnuleitendur. Það þarf svolítið að greina hvað þarf hjá hverjum og einum og það sem við höfum líka áhyggjur af að þegar þú ert búin að vera í langtíma atvinnuleysi svona hvaða áhrif það hefur á þig og við vitum það líka eins og frá svona vinnunni sem að virk starfsendurhæfingarsjóður hefur unnið, hvort að fólk skilir sér tilbaka eða fara aftur inn á vinnumarkaðinn eftir langvinn veikindi, það er svona trú á eigin getu. Þannig að það má ekki vanmeta raunverulega þennan andlega þátt og svona það þurfa að styðja fólk við kannski að taka þetta skref aftur að einhver leyti, en síðan þurfa þetta líka störfin sem eru í boði að vera með mannsanamendi launum og tryggja gott starfsumhverfi. Já, takk fyrir það. Þá er mælendaskráninn tæmd og ekki fleiri kveðið sem hljóðs hér. Þannig að ég vil þakka gestum fundarins fyrir komuna og ég vona að þessi fundur hafi verið upplýsandi fyrir bæði nefndarmenn, gesti okkar sem og aðra sem hafa fylgst með þessari útsetningu. Að því sögðu að þá slíti ég fundi. Takk fyrir.